Góðir ráðstefnugestir. Ég heiti Sigríður Elín Þórðardóttir og forstöðumaður þróunarsviðs Byggðastofnunar. Ég býð ykkur velkomin á Byggðastofnunina sem nú haldin í 6. sinn og nú undir yfirskriftinni Félagslegur fjölbreytileiki samfélaga. Tilgangur ráðstefnunnar hér í dag að tengja saman fræðilega og hagnýta þekkingu á byggðamálum og félagslegum fjölbreytileika. Með það markmiði að miðla þekkingu, skapa umræður og greina áskoranir en ekki síður vannýtt sóknarfæri. En hvað þýða þessi hugtök, byggðamál og félagslegu fjölbreytileiki? Í núgildandi byggðaáætlun sem Alþingi samþykkti samhljóða í júní 2022 eru byggðamál skilgreind sem öll þau viðfangsefni sem hafa áhrif á lífsgæði og samkeppnishæfni landshluta, svo sem búsetu, atvinnu og nýsköpun. Þau snúa að eflingu samfélaga, félagsauðs, atvinnulífs, menntunar, menningar, velferðarmála, samgangna og fjarskipta. Í félagsfræði merkir félagslegur fjölbreytileiki breytileika innan hóps eða samfélags í eiginleikum og aðstæðum sem hafa félagslega merkingu og móta reynslu, tækifæri og samskipti fólks. Hann vísar til þess hvernig ólíkir hópar og einstaklingar eru staðsettir í samfélaginu, til dæmis eftir stétt, stöðu, kyni, aldri, fötlun, heilsufari, kynhneigð, trú, uppruna og búsetu. Og hvernig þessi fjölbreytileiki birtist í aðgengi að gæðum og völdum, viðurkenningu, lífsgæðum og samstöðu. Eins og ég skil hugtökin eru félagslegu fjölbreytileiki og byggðamál til viðfangsefni sem ekki verða með góðu móti aðskilin. Og það eru ýmsar áskoranir sem við þurfum að takast á við. Breytt aldurssamsetning kallar á sveigjanlegar lausnir, til dæmis í þjónustu, á vinnumarkaði og í húsnæðismálum. Búseta í dreifbýli og þéttbýli kallar á trausta innviði land allt og sveigjanlegar lausnir í aðgengi að þjónustu, atvinnu og afþreyingu, sem taka mið á ólíkum þörfum mismunandi félagslegra hópa. Þrátt fyrir ágæta stöðu Íslands í jafnréttismálum benda nýlegar rannsóknir til launamunar og viðkvæmrar stöðu innflytjenda og ekki síst kvenna af erlendum uppruna. Það er líka stundum erfitt að skilja þann ágreining og hörku sem oft kemur upp þegar rætt málefni á borð við innflytjenda og jafnréttismál, umhverfis- og orkumál og auðlindanýtingu. Umræðan verður stundum á það veg að mörg okkar veigur okkur við að taka þátt í henni. En málefnin eru mikilvæg og þau krefjast þess að hvert og eitt okkar axli ábyrgð í störfum okkar, orðum og gjörðum. Þar gegna löggjafarvaldið, framkvæmdarvaldið, fræðasamfélagið og stefnumótendur mikilvægu hlutverki. Hluti af þeirri vegferð er opin og málefnaleg umræða þar sem sjónarmið mætast af virðingu. Þetta á ekki síst við félagslegan fjölbreytileika sem þarf að ræða að yfirvegun, byggja á gögnum og rannsóknum og forðast skautun og upplýsingaóreiðu sem grefur undan trausti og samstöðu. En það eru líka mörg sóknarfæri sem felast ekki síst í því að nýta það auðlind sem félagslegu fjölbreytileiki samfélagi er. Í mannauðnum, í hverju byggðarlagi, sem er hreyfiafl nýsköpunar, sem er drifkraftur samfélagslegra og efnahagslegra breytinga og þróunar í byggðarlögum land allt. Góðu gestir, auk Byggðastofnunar hafa komið að undirbúningi ráðstefnunnar Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra og Þingeyjarsveit. Og ég þakka þessum aðilum kærlega fyrir gott og gefandi samstarf.
Við munum hlýða á mörg áhugaverð erindi hér í dag og ég vil þakka fyrirlesurum fyrir þeirra framlög og öllum þeim sem leggja sitt af mörkum við að auðga umræðuna félagslegan fjölbreytileika. Að þessu sögðu segi ég ráðstefnuna setta og vona að hún verður okkur bæði til gagns og gamans. Katharina Chambers hefur tekið að sér að stýra ráðstefnunni hér í dag og vil ég biðja hana að koma hér upp og taka við. Takk fyrir mig.